Frímann. Já, amma. Já, hvað var sæll. Já, hei. Já, ég sá bindið, sko. Já. Fattaði ég. Já. Þú ert líka örugglega stressaðasti maðurinn í salnum. Já. Ég sá að þú varst í... Ég er svo stressaður. Já, kannski... Ég vissi ekki hvernig þú væri, sko. Það hefði getað verið allt öðruvísi. Já, ég hef einu sinni farið á svona stefnumót og það var einmitt allt öðruvísi heldur en þú. Já. Já. Ertu kannski búin að panta? Já. Já. Það er sko að því þú varst ekki komin. Það bara... Já, æðislegt. Mér finnst svo frábært að kallmenn taka frumkvæði. Já. Hefurðu verið með mörgum? Ég hef verið með 72 mönnum. Sko, þá nota ég skilgreininguna tippi í leggöng. En þegar við erum að tala um blauta kossa og keleri, þá hef ég verið með 103. Já, 103 menn. Já, ég pantaði lambakjöt. Er það ekki allt í lagi þínu vegna? Jú. Þannig að þú verður þá númer 73 eða 104. Ég er nú bara að leita að góðri konu til að fara út að borða og í bíó og svona. Já, ég er einmitt líka að leita mér að maka. Sko, hann má ekki reykja og hann verður að hafa minnstakosti 200.000 krónur í tekjur á mánuði og hann verður að eiga góðan bíl og búa í fínu húsnæði og hann verður að bera virðingu fyrir sjálfum sér og líkama sínum og tilfinningum. Hann má ekki eiga börn, ég er ekki mikið fyrir börn og ég er ekki tilbúin til að ala upp annarra kvenna börn. Og hann verður að vera greindur og opinn og andlega sinnaður og fylgjast vel með því sem er að gerast í heiminum, samt ópólitískur og vel lesinn og hann verður að vera dökkharður með krullur. Já. Þú getur nú alveg bara að lita þér hárið og setja því permanent. Já, Nei, veistu, þetta er allt í lagi, glemdu þessu bara. Mér er alveg nákvæmlega sama hvernig þú lítur út. Mér langar bara til að fá drátt.